Herðu, þá skulum við bara byrja. Velkomin að þetta fræðslufund núna. Hann Sindri ætlar að segja ykkur frá piklinu og ábendingar og frábendingar fyrir þeim. En þetta er svona nýkomið núna á sakið aftur. Það er bara að gefa þér orðið. Takk fyrir það. Já, ég heiti Sindri, ég deildar hann á svæðingu og með því fylgir að svona ekstra curricular activity svæðingar koma sjálfsögðu til mín, maður getur ekki sagt nei. Það var stór misskilningur. Það er búin að vera rosalega mikil áhugi fyrir þessum fyrirlestri og kom það mikið ávart. Ég fikk mikið af tölvupóstum fyrirlesturinn og svo kom ég ljós að það er allt frá karlmönnum og ég lærði það misskilningin strax. Þetta er ekki fyrirlestur pick-up línur, þetta eru pick-línur. All right. Og fyrst ætla ég að byrja á smá söguvídeói hérna pick-línur. Þetta er þreyttur á sepsis. Þreyttur að setja upp alltaf nýjar aðaleiki. Þreyttur að setja upp miðlæga aðaleiki, CFK. Þreyttur á að senda CFK beiðnir. Þreyttur á að panta röntgenmyndir til þess að staðfesta CFK. Hringdu þá í 860-500 og fáðu piklínu í þinn sjúkling strax. Yes. Það er einhver spurningur, það bara réttið upp hendi og það spyrir mig, þetta er ekkert formulegt að neitt þannig. Það var ekkert flókið sem ætla svo sem að tala í dag. Ég vil bara svo sem að take home message sé að fólk viti hvað þessi hlutur út af verkfæri er, hvenær við ætlum að nota það og þá hvernig við ætlum að nota það, hvernig þetta virkar í samanburði við aðra æðaleggi og aðgang að aðgerðinu, hvað er best, hvenær og svo bara þurfum við stutt yfir þetta í lokin hvað skiptir máli. Piklína er rauninni bara skilgreint sem bláæðaleggur sem er með ytri enda í útlægri bláæð en innri endanum miðlægt. Hvað stendur PIC fyrir? Já, og PIC stendur semst fyrir Peripherally Inserted Central Catheter. Og eftir mjög langar og ítarlegar umræður að komast við að því og Björn að það væri tvíþekking að segja PIC-línur. Það var að segja semst útlægt sett miðlægur leggur. Þannig að við ákveðum að það væri bara PIC-línur, eða bara PIC, skiptir ekki máli. Þetta er leggur sem er settur í útlæga bláæð, þannig að oftast er þetta sett hérna á upphandlegginn. Þegar ég það betur sett hérna á upphandlegginn og svo er leggurinn töluvert langur, hann er alveg hérna nær allavega inn í hérna venakala superior vanlega. Þetta eru oft svona eitthvað 15 pluss mínus 5 cm. Þetta er langar línur svona með við til dæmis CFK og fleira. Það sem er gott við þessa leggi, hérna sjáum við bara sjúkling með svona legg sem er heima á sig oft. Við getum sett hvað sem er í þessa leggi, við höfum sett allt sem við getum sett í CFK eða venjulegan bláæðalegg með við setjum í þessa leggi. Það þýðir að við getum sett í lyf, vökva, næringu, krabbameinslyf, allt sem við getum alveg sett í CFK getur farið í þessu línur. Stærsti kosturinn sennilega við þetta er að sjúklingurinn þarf ekki að liggja inni. Að fara heim með CFK getur verið hættulegt í rauninni að stundum gerum við það en það er stuttleið inn í miðbláæðakerfið, það er stuttleið fyrir sýkingarinn. Hérna virðist vera komin einhver svona alternativ til þess að vera með CFK en þú getur sendt sjúklinginn heim á þess að hafa ágjörð að hann sé að fá línusepsis eða vesen að þessu. Upphaflegar rannsóknir sem maður á bak við þetta, ég kíkja betur á þær eftir, sýndu fram á minnkaða sýkingatíðni og þessar rannsóknir gerðar í Bandaríkjunum
sennilega af fyrirtækinu sem að hafa einhverja hagsmuna að gæta. Allavega sýnt fram á lægri sýkingatíðni og það bara sölu málið þess tíma og þetta bara keyrt út, lægri sýkingatíðni, þetta gengur vel og allir nota piklínur. Og þeir nota töluvert mikið af piklínum, hafa mjög lágan þröskuld fyrir þessar piklínur. Það sem við erum ekki með að stinga með nál hérna inn á þetta hér svæði, þá náttúrulega ekki hætta á loftbrjósti eins og þegar maður settur CFK hérna á þessu svæði. Þessar nálar, þessar leggir mega vera töluvert lengur inni heldur en CFK. Það ekki alveg búið að staðfesta hversu lengi, en það alveg uppmyndir ár sem að fólk með þessar söluleggi á þess að skipta það. Annar stór sölupunktur þetta miklu þægilegra fyrir sjúklinga. Fólk finnur minna fyrir þess að kvarta meira undan þessu, bara aukin þægindi sjúklings. Bandaríkjamenn orðnir þar hrifnir af þessu að þeir nota þetta bara í raun og veru að þeir sjá fram á 6 daga eða meiri lyfjagjöf, þá bara fær fólk piklínu á mörgum stöðum. Ég ætla ekki að fullera fyrir öll sektor, en þeir hafa með lágan þröskuld fyrir að skipta bara yfir þessar línur strax í staðinn fyrir að vera með æðaleiki. Og stór kostur við þetta auðvelt í uppsendingu. Það var til einhver eldri útgáfa sem var bara með svona hólkröðri sem stakkin og þetta var þræða línuna inn. En núna notum við meira notuð svona seldingirtekni, þannig að það stungið niður með nál, setjum maður vír inn í og gætvæðin hjálpar manni miklu meira að setja því fyrir inn. Þannig að það búið auðvelda mjög uppsendingun á þessu. Gattarnir við þessa leggi sem að hefur raun og veru pínu svona ögrar ástæðinu fyrir að nota það að það hefur aldrei virkilega kröftugri rannsóknir verið sýnt fram á lægri sýkingatíðni. Þetta voru svona snemmrannsóknir sem voru gerðar og það sýndu fram að þessa lægri sýkingatíðni. En svo að þetta keyrt aldrei fljótt á þetta að það væri sölutrixið, þannig að það er ekki til neina meta-analýsur almennilegar eða stóra rannsóknir eða margar að það sé alveg 100% lægri sýkingatíðni. Þannig að kannski það ekki alveg rétt og þetta selt sem. Það sem mismunandi við þessa leggi og CFK fyrst og fremst að þetta mun lengri lína, þannig að það lengra flatarmál legg sem í snertingu við æð og blóð og þar af leiðandi virðist vera stundum hætta á meiri á blóðsögum. Og það virðist vera í beinu samhengi við bara stærð lúmensins í leggnum, yfirborðsflatarmálsins sem í snertingu við æðaþel og fleira. Skemmdir og bólga í æðaþelinu þar sem æðalegurinn liggur. Sýkingarhættan, hún virðist vera tengt umhirðunni á leggnum, við förum betur það eftir. Og ef við spyrjum okkur hvaða sjúklingar að fá þessa leggi og hefur verið sýnt fram á einhverja mikla kosti hjá sjúklingum, þá hefur raun og veru bara verið gerð ein svona almennileg rannsókn þar sem basically það bara rannsaka sjúklingar með krabbamein og sjúklingar án krabbameins. Þannig að sjúklingahóparnir, hvenær á þetta við, hvenær á þetta ekki við, það liggur ekkert rosalega vel eða skýrt fyrir. Og svo hinn spurningin, þetta veit okkur falskt öryggi að við getum sendt sjúklingin heim og við höfum bara miklu minna áhyggjur af hann, fæna kannski lélegri eftirfylgd og við erum ekki að tána með það. Ég bara nota að gleyma hlutum. Þetta svolítið merkist nefnilega vegna þess að maður sem svona gaman þá maður aðra hluti og þessi leggi hafa alltaf verið til ekki settur upp með þessari tækni og ekki akkurat þessi leggi. En það var nefnilega akkurat öfugt sem var agiterað áður fyrr að þessi leggi sem verið settir hérðan þeir væri miklu hættari við sýkingum og þess vegna átti að setja sendarlegg. Þannig var þegar ég var að læra allavega, mér finnst að ok, ef þetta á að vera lengi, þá sýkjast þessi leggjum. Þetta sýnir bara hvað við erum með lélega rannsóknir. Þetta var bara líka sölutrix og það var, ég veit ekki hvað það var. En það sem mig grunar í raun og veru það að sennilega kannski eitthvað meira þrombóflebítum hérna, það verður ekki kannski sýking, heldur að það getur verið svona eitthvað bólga í æðinni, ég veit það ekki. En þetta var á þeim tíma sem talið ekki alveg eins örugt til langt fram út af sýkingu. Það var ekki katta. Það mátti ekki vera lengi. Það líka, ég tala að þetta stungustæði virðist skipta máli.
einhvern skrítinn hátt. Þetta auðveldari tækni sem notuð í öðrum leiki svo líka. Já, það er auðveldara að koma leggnum inn í æðina, þú þarft ekki að hitta öllu lúmenin á nálinn inn í æðina, þú getur bara setja vír og dilator og svo ratar þetta rétt að leiðin. En það er stór spurning, hversu vel var þetta sýnt fram í galda. Hvenær og hvernig ætla að nota þessi leggi? Hvað skiptir máli þegar við ætlum að taka ákvörðun hvort að sjúklingur eigi að fá picklínu eða ekki? Og það er það sem hefur ekki, það er ekki til neinar leiðbeiningar og engin umgjörð hvenar við eigum að setja upp leggina. Það er stóra vandamálið við picklínur, eins og út af því að við erum ekki nóg mikið rannsóknum, þá erum við ekki með neina leiðbeiningar hvenar eigum við að setja picklínu og hvenar ekki. Þannig að eins og er þetta svona pínu bara að vega og meta í hverju tilfelli fyrir sig. Og þeir tala líka það í einn af þessum greinum sem ég leiti yfir var að það er skortur á þessum bara lista með ábendingum, hér notum við picklínu, hér notum við ekki picklínu. Þannig að ábendingar fyrir picklínu eru allar sömu ábendingar fyrir COK. Það er ef við ætlum að gefa til dæmis lyf og blóðþrýst og fleira og sjáum fram að veri í lengri tíma. Gjöf ertandi sem ekki fara í útlæðabláið og ef það eru endurteknar stungur og við sjáum fram á langtíma aðgang að það sé þörf, þá getur verið sniðugt að setja picklínu og líka bara að það er léleg blað aðgangur. Þetta er basically allt það sama og fyrir að við verðum að setja upp COK. En spurningin er hvaða sjúklingar hafa virkilega gagnað þessu og það virðist vera að okkar svona ideal sjúklingur sem ég tala betur eftir sé tiltölulega hrausti sjúklingur sem að þarf COK en þarf ekki endilega að liggja inn á spítala. Þetta er eiginlega svona okkar helsta svona markmiðs sjúklingur. Ef COK veldur óþægindi, til dæmis hreyfingar á hálsi, að tekur stundum aðeins í, þá er þetta sningum þessu. Fólk sem það lífi ekki í marga mánuði, hérna getur það kannski ekki verið með COK í marga mánuði, en hér var ég reynast að setja upp picklínu. Og svo í raun og veru, það er ekkert neitt cut-off hvenær picklína þarf að fara út eftir 6 mánuði eða ár eða 2 ár. Það er ekkert komið neitt svona cut-on tími hér hingað og ekki lengra. Þannig að það er heldur ekki skýr mörk á hvenær við ætlum að vera með picklínu eða þá inngræddan legg eða brunn undir húð til fleiri ára. Fylgikvillar, ég ætla nú bara rétt svo að nefna það. Þetta er bara töflunafnar, ég nefndi ekki að skrifa þetta allt upp. En það sem eru helstu fylgikvillar eru sýkingar og það eru þrombósar. Þetta eru helstu fylgikvillarnir með þessum línum. Svo þessi bara augljósu hlutir eins og þegar maður stingur á rangur stað, þá kemur hematóma og það myndast bólga í æðinni af því að leggurinn liggur þar inni og eftir. Ef það sleppur inn loft inn í æðina meðan við erum að setja upp, þetta er allt svona, sem maður myndi bara segja verðin frekar, já, þessi hluti geta gerst þegar maður setur upp legginn. En helsta vandamáli við þessa leggi eru sýkingar og blóðtappar. Við kíkjum að sprautar á það eftir. Sjúklingurinn okkar er basically COK-sjúklingur sem þarf ekki að liggja inni og það sem við getum náttúrulega sparað hellingsfjármagn af því að vera ekki með sjúkling sem þarf að liggja inni heldur getur verið heima og þetta legugjöf. Við getum sparað fjármagn sem við getum nýtt í sjúklinga annar staðar og við getum sparað legupláss sem við getum þá haft undir aðra sjúklinga í staðinn eða rúmi í einhvern mann sem liggur bara inni og fær sýklalyf 4 sinnum á dag. Þannig að þetta eru svona meðal annars þeir punktar sem við getum það sem við getum nýtt þessa legg. En eins og segja, það er engin kritería sem við getum bara valið. Hérna er svona tekið saman helst þessi sjúklingahópar, hvaða sjúklingar gagnast picklínan og þetta er náttúrulega miklu upplýsingar, þetta er ekki neitt festast inni. En svona stóru hlutirnir er að þetta er rannsóknir í sjúklingum sem eru með krabbamein og sjúklingum sem eru ekki með krabbamein. Þetta er náttúrulega rosalega skrýtnir hópar, skilur, hvað er krabbamein? Krabbamein er ekki eitt sjúkdómur, krabbamein er fjölmargir sjúkdómar og mjög ólíkir. Og svo bara í öllum sem eru ekki með þessa sjúkdóma. Þannig að þetta er ekki beint svona, við fáum ekki nákvæmar upplýsingar úr þessum hópum sem rannsakaðir.
Og það sem sagt þetta incidence eða sem sagt tíðni á sýkingum sem þeir eru að tala um. Og svo virðist vera einhverju vegna að það sjúklingum með krabbamein, þá meiri hætta sýkingum ef leggurinn sem sagt hægra megin og fleira. Það eru líka talað um CFK og annað. Og svo þessir þrombósur. Það meiri líkur á þrombósu hjá sjúklingum með krabbamein sem eru með piklínur, minni líkur á þrombósu hjá sjúklingum án krabbameins með piklínur. Við getum nú alveg örugglega ímyndað okkur að það sé bara, getur það ekki bara verið af því að sjúklingar með krabbamein eru nú þegar með brenglanir á starfsku kerfinu. Þannig að rannsóknir og gögnin sem liggja fyrir, við þurfum að setja smá spurningamerki við það og velja út sjúklingar sem að okkur finnst vera líklegir að geti gagnast að þessum leikjum. Þetta segast samantekt rannsókn sem að setja spurningamerki við allar fyrir rannsóknir og þeir eru að benda á þetta. Stutt vídeó uppsetningu. Alright. Þetta var svona vídeó fyrir sjúklinga en það sýndi ágætlega hvernig við hugsaum okkur á piklínu að fara upp. Stungustæðarnir virðast skipta máli. Þetta skilgreint sem að leggur sem fara inn útlægt, þannig að þetta perifer stungustæðar vanlega. Og hér eru þessi tveir piklínu stæðir. Oftast það sveifleika eða basilika venan hérna á upphandleggnum sem notuð og það af því að liggja í raun og veru best við upp á stungur og hreyfingar og svo virðist einhverju vegna vera að ef þú færir inn í olnbogabót það fara meiri tíðni fylgikvilla. Ég man ekki alveg hvort það verið sýkingar eða þrombósar en einhverju vegna þá sýna tölurnar okkur að það öruggara og betra fyrir sjúklinginn að setja þessar leggi hérna á upphandlegginn. Líka þægilegur fyrir það. Já, þess vegna þetta svona big line insertion sites sem eru hvað bestir og það eru þeir sem við notum mest. Það hægt að nota ómtæki uppsetningu á þessu og gengur vanlega þá svolítið betur. Nú, spurningin hvernig fær minn sjúklingur piklínu núna. Ég að vinna á medicín og ég held að þessi getur gagnast af því að hann þyrfti kannski á CFK en hann þarf ekki lykkinn. Hvert hringi og við erum ekki komið með neitt prótókoll ennþá hvernig sjúklingur fær þetta. Þannig að þangað til að sá prótókoll kemur upp, hvort það verður beiðni eða slíkt, þá hringið bara í svæðinguna eða komið
fara í heimsókn og finnið einhvern svæfingarlækni til að spyrja. Þetta verður svo sett upp sennilega mikið á dagdeildarstofunni hérna, mér á aðgerðarstofu á dagdeild. Björn hvað mest í þessu núna að koma þessum peiklínum á og að við notum þær, þannig að einhverjar spurningar og fleira sem þetta í hug eða hafa einhverjar spurningar, það sennilega best að reyna að sitja fyrir honum einhvern tímann, en við alla svæðingar ættum að geta samt að svara flestum spurningum. Ferlið verður skilgreint betur í framtíðinni og við erum að vinna í því að skilgreina hvernig þetta verður gert hérna á SAG-spítalanum. Við erum ekki aðskilurleiðbeiningar frá landsanum, þetta myndir þeim bækling og mikið af þessu liggurinn fyrir, við erum bara að ákveða hvernig nákvæmlega ætlum við að gera þetta og hvernig verður þetta hjá okkur, bara frá því að þú hugsar peiklína þangað til hún komin í, við erum bara að vinna þessu. Og það eru til leiðbeiningar notkun eftirlit, inngjöf og blóðsýnatöku úr leiknum, eftirlitið og umbúðarskipti, undirbúning og framkvæmd. Og þetta hér virðist svo á endanum verða mikilvægasti punkturinn til þess að hindra sýkingar, umbúðarskiptin, halda það góðum. Svo líka til skjal uppsetningu, en ég ger nú ekki ráð fyrir að verði aðri heldur en svæðing sem að setja upp þessa leggi allan svona mestilega byrja með. Sennilega mun þetta nú bara tilheyra okkur til lengri tíma. Þannig að hvernig það bara hafa samband við okkur í svæðingunni og hvenær þegar þið haldið að þið séum í sjúkling sem að gagnast að þessu frekar heldur en CFK. Og þá komum við að næsta vandamáli í línunni. Er þetta betra heldur en CFK? Hvernig virkar þetta aðeins en CFK og hvenær við frekar að velja? Og þar hefur eiginlega enginn borið almennilega saman PICC-línur og CFK og hvort er betra hvenær og hvers vegna það er betra. Það er eiginlega engin almennilega gögn, það er engar rannsókn með nógu mikið power. Það er búið að sýna fram á trends hér og þar, en svo kemur önnur rannsókn sem sýnir fram á kannski algjörlega öfugt. Það er búið að sýna fram á minnkaða tíðni sýkinga og svo kemur önnur rannsókn síðan sem sýnir fram á aukna tíðni sýkinga. Svo kemur rannsókn sem sýnir fram á minni tíðni af þrombusum og þá kemur strax önnur rannsókn sem sýnir fram á aðeins aukna tíðni þrombusa. Þannig að eins og það ekki til nóg margar til að draga algjörlega 100% rétta ályktun. Og í raun og veru vitum við ekkert kannski ennþá hvort það sé aukin hægt að líkvilla með þetta heldur með að CFK. En við ættum allavega ekki að fá loftbrjóst, þess að við erum ekki að vinna með nálar á svæði lofbrjósts. Það er ekki til neinn randomized control trials sem að tala gullsandurinn hjá okkur í læknisfræðinni sem að bera saman bara þessa helstu fylgikvilla. Okkur vantar líka tól til þess að velja sjúklingarna okkar, það er ekki búið þar til eða hannar ennþá. Þannig að eins og þá verður þetta bara svona samvinna á milli sérfræðinga og sjúklings og hvenær heldur þetta við, já, ef við prófum þetta, já, nei, af hverju ekki. Þetta verður bara svona óvísindilegt til að byrja með, en við erum komið með smá reynslu að þessa leggi, ég held að við setja upp allavega 5 hérna, gengið bara mjög vel og sérstaklega sjúklingarnir eru rosalega ánægðir að vera með þetta, fólk finnur ekki mikið fyrir þessu. Eitt sem ég sá í vídeónu var að hún nefndi bara plástur, hún var ekkert að nefna sauma í eða þannig og það virðist vera fyrir þessa leggi að það sé best að setja bara sérhannaðan plástur. Plásturinn er líndur, það sem að leggurinn í raun og veru endar, ef hann er hér og endar þá er plásturinn að setja niður. Og þetta er bara stór plástur og ég er með svona gróf fyrir hausinn á leggnum. Og svo er bara hausinn á leggnum sendir þessu gróf og líndir. Þannig að hann er ekkert á flakki neins þar. Fólki finnst þetta að vera alveg merkilega þægilegt. Og þá kemur spurningin, er ekki líklegt að það dragist út? Það virðist ekki að vera neitt betra að sauma þessa leggi fasta heldur en að hafa réttan límfestu á þeim. Ef þau dragast út, það má ekki setja það aftur inn af því að yfirborðið hérna getur verið sýkt. En oft sér maður að þegar leggurinn er settur inn að hann dregst aðeins kannski 1 cm
aukalega inn, sko. Það er ekki kannski vita alveg af hverju, það er svona einhverjar hugmyndir að sé blóðflæðið inn sem að ýta aðeins inn eða kannski æðaherpingur. Hvernig, ef hann hefði ekki háls, hvernig er þetta því? Upp hérna? Já. Þá væntanlega bara dreifum tilbaka. Já, ef það er óstyrkt þá var það ekki þannig. Ha? Nei, það er þetta bara setja hann inn aftur. Þú getur að horfa yfir að hendi aðbyggjum það innan við. Það er verið á líkum og að fara það. Já, það er að horfa yfir hægir eftir aftur. Svo hafa þeim nú að bíða. Bíða að taka aðra röntgenningar. Yes, og það var líka eitt með það þegar hann fer ekki rétt hann byrja upp á nýtt. Fleiri stungu tilraunir valda fleiri fylgikvillum virðist vera. Og ef við bara horfum á piklinur á móti þessum venjulega nálum sem við erum alltaf að nota, við myndum sjálfsagt spura okkur þessi endteknu stungur vel að setja aftur eðalegi, sjúklingur sem með kannski á lyfjagjöf og æðalegurinn fer á 3 daga fresti eða eitthvað líka. Þá kannski getur verið, og þið sjáum fram að kannski að þurfum að fá lyf í 2 vikur eitthvað líka, það getur vel verið að það sé sniðugt að setja þessa leggi. Bandaríkjamenn eru það hrifnir af þessu að þeir margir, ef þau sjá fram á 6 daga sýklalyfjagjöf eða 6 daga æðaaðgangsþörf, þá fær sjúklingur bara piklinu strax. Þeir hafa þetta lágan þröskuld, of lágan þröskuld, ég veit það ekki, það er enginn sem getur svarað eiginlega, en þeir nota þetta töluvert mikið. Það sem er mikið grætt á þessu er að við þurfum ekkert að vera kallinn svæfingarlæknar til að setja upp nálar á vöktum eða fara einhverjar nálar. Þannig að þetta getur þakka því ónaði hjá okkur. Það náttúrulega það myndi líka spara tíma hjá fólki við að vinna sem er sett upp aðalegjana, tíma hjá svæfingarlæknum að setja upp aðalegi þegar það er erfitt að verða að skipta upp 9. Og svo er líka þetta að það er hvort það sé minni hætta á því að verði ekstra vassir á efni og maður að sprautar inn í central aðgerðu náttúrulega þá er minni hætta á því að efnið erti æðarnar og það er þá minni æðaskemmdir sem að verða út af efnidefnum ef maður notar þetta versus IOF-nálar, en virkar náttúrulega nákvæmlega eins og CFK. Yes. Þannig að hvenær er að nota CFK og hvenær er að nota PICC, það er heldur ekki skýrt mörg á milli, en PICC-línan getur allt sem að CFK getur og sjúklingur getur heima með PICC-línuna og oft, ekki alltaf, er þetta þægilegri fyrir sjúklingin. Þannig að þetta er hóndina sem eru að pæla í þegar ætla að velja CFK eða PICC. Samantekt bara svona í lokin, þetta er náttúrulega hvorki tæmandi, mjög fullkominn fyrirlestur PICC-línur, en það eina sem ég vil að þið viti þegar þið farið hérna, er þetta til og það er hægt að nota í ákveðinni sjúklingu population og að þið viti að það er að hringja í svæfingarna eða koma að tala við okkur ef ykkur grunar að þið viljið nota. Og ekki vera þá hrætt við bara að spurja er þetta sjúklingur, því að við erum bara að fara á stað með þetta, við erum kannski búin að vera með 1 eða 2 mánuði, þannig að fólk veit kannski ekkert nálega vel að þetta sé bara hreinlega í boði. Þetta er auðvitað í notkun, það er ekkert, kannski á endanum verður ekkert læknar sem setja alltaf upp. Hafa bara samband við okkur að þeir grunar að þeir vil nota þetta. Eftirfylgni og endurmat, það er svona pína þá á reiki af því að það er ekkert og alls ekkert að fara að gerast að svæfing hitti allar manneskjur sem eru með PICC-línu heima á sér. Þannig að ef maður er að nota PICC-línur og ef þið eru að sjá fólk aftur í endurkomunum sem er með þessar línur, það er þá að vera vakandi fyrir fylgikvillunum og það er þrombósan og það eru sýkingarnar. Og ekki gleyma sjúklingum heima bara með línur og svo kemur hann inn í sepsis eftir 6 mánuði og allir voru bara svo að glemma því við erum ekki búin að búa til neina umgjörð það að halda utan um sjúklinga og alls ekki vera hrætt að
biðja ykkur að fjarlæga línuna. Þetta ekkert heilaga línun, það ekkert eins og þegar hann sé komin upp að það sé ómögulegt að taka hann út eða setja nýja. Þessar línur valda sýkingum að vera inni í smá tíma. Og af hverju valda það sýkingum? Það virðist fyrst og fremst vera þegar það ekki nógu vel hugsað þær. Punktur númer 1, 2 og 3 í þessar lína að gera það sterilt og nota spritt þegar maður að þrífa kringum legginn, þegar maður að skipta hann, nota spritt klúta til að snúa alltaf, vera í sterilegum hönskum. Það virðist skipta höfuðmáli, þessar línur geta verið inni svo mánuðum skiptir. En ef ykkur grunar að það sé sýking, þá getur verulega þurfa að vera fjarlæga línu og setja nýja. Það ekkert mikið mál að setja nýja línu. Þannig ekki vera hrædd við að spyrja þegar þeir eru komið með sjúkling með pikklínu. Ég held að þessi lína sé að valda vandræðum mér, ef við kannski taka hann út. Þetta í raun og veru bara eins og CFK, maður ekkert alltaf rosa hræddur við að taka hann út og setja bara nýjan og hugsa alveg eins pikklínu með það. Og við erum ekki notað nægilega mikið hérna sennilega á Akureyri. Það sennilega bara því að þetta splungu nýtt hjá okkur og við höfum ekki vitað nægilega vel að þessu. Og í lokin af greininni, sem yfirleitt greininu þetta, þá var tekið saman í raun og veru hvað skiptir máli og þetta bara svona fyrir tjókir hvað skiptir máli þeir sem eru að segjast að gefa þetta, að sjá okkur segjast, þeir sem erum að bjóða upp á þetta, það skiptir máli sjúklingurinn sem við veljum, það skiptir máli apparatið sem við notum og umgengninni við apparatið. Og það sem við erum alltaf að hugsa í kringum þessar línur eru bara aftur sýkingar framboðs. Helsti punkturinn með þetta að sýkingarnar eru lækkaðar með því að hugsa vel legginn og svo sterilt legginn. Spurningar, umræður? Guðjón? Takk fyrir að gott yfir. Þetta mjög spennandi. Ég skil mér ekki þegar þú sagði að velja þetta sjúklinga, samt ég sagði það á lausti í kemur. Já. En ég held að það var kannski andra var nú einn. Annars var þetta fyrir að þetta fórst inn á FTA-síðuna. Til einhver skoðun að FTA, þegar við yfir Microsoft Devices og annað. Nei, það var ekki annað. Og skoða til eitthvað beinar upplýsingar og bókar upplýsingar og það stíður eftir. Við höfum snýta líka á það í þessu fyrir. Já, ég ekki búin að kíkja á það. En hérna, mér finnst þetta mjög spennandi og ég ekki viss að þið þekkt í útföllum eða nokkur svækalæknir þessu. Þess að þið eru koma að hafa og náðar á að til rannsumöld fyrir sem við setja að til að sé þetta. Þetta svona algengar að gera þetta á daglegum tíma eða dagi. En við guðum sem þau verða að baksa þetta sjúkling sem við erum að koma að setja þessu legunni að setja náðum hans. Allt og mikið. Já, þetta það er saman. Þannig að vonandi ég er kannski vonandi fækkar þetta útköllum á kvöldi. Það er svo stórmálaskýring. Mér þetta nú mjög langur leggur. Já. Og þetta hvernig stífnast eitthvað frekar þessi múli. Þarf maður til að mikið gjafa í legginn að setja hefarginn í henni? Já, það er að því þetta er bara lengra lúmen og þetta er lítið lúmen, þá meiri hætta á að þessi leggir stíflist þegar við erum að taka blóð úr þeim. Þannig að það er að skóla vel aftur í þá. Stundum hefarinn, stundum ekki. Ef það stíflast, þá má líka reyna að setja inn afturblasa. Sama hefarinn og það setur 12 millilitri legginn sem þú búið. Það var klárlega vandamál, þessir litlu lúmenleggir sem að valda minni skaði í aðgerðinu að stíflast meira. Það er alveg rétt. Takk fyrir. Ég með nokkuð spurning. Eitt að taka blóð, stokkapróf á undan. B, þú ert að taka röntgen hvað sem og C, á hverju svæfingalæknir kallar svo oft upp til að setja ná. Þetta af því fólk ekki búin að læra að setja ná í súrinn. En kannski maður geta minnka þessi útgátt á svæfingalæknir. Ég man ekki eftir. Ég var með í gamla daga viðbúið að banna unglæknir að hringja svæfingalæknir ef þeir hringja mig fyrst. Ég finnst ef bara svara þessu leik, þá finnst mér
ég ekki pirraður á þessum útgöldum að hver að setja nála. Því að mér finnst eiginlega í yfirgnæfandi meirihluta tilfella þá finnst mér vera raunverulega ástæða til, sko. Það oft búið að stinga sjúklingana oft eða þeir eru með einhver vandamál og það sjaldan það sem að kemur og það sem ég hneykslaður á því að það sjálfsagt að þessi skoða fyrst og það ekki alltaf hreint, en mér finnst ég upplifði það persónulega ekki svona. En það ekki vel að kollegunni séu ósammála. Coagulation, já, það er væntanlega gilda sömu reglur coagulation-prófið. Röntgenmyndin í raun og veru þarftu líka að taka röntgenmynd til þess að staðfesta lyf leggsins, en það er engin kriteri sem segir að þú þurfir að gera það, sko. Þú ert ekki að útiloka pneumóþórax. Björn getur kannski svarað þessu. Sem að sé búið að það ekki þannig að landið. Við notum töflur sem að mæla hæðisúkning og þá það sem lengt á orðblómót og sem það ekki svo sama vinstu að herra mig. Síðan merkir maður það sem maður alltaf hafa stundið, mælir þessa lengt. Bætir þetta svo við 2 cm, þannig að það stansa upp og reikna búið á að leggja þetta á að margir cm. Það verður standast í það hefur staðið fjárfjörðum fyrir þessu umgætt, það standast í 90%. Ef það er ekki rétt sem það lega á öllum, þá er yfir aðra langur og þá er eitthvað að draga út. Þetta var notið þetta í Görðisvíkja, í staðfjörðu sem ekki vinnskap. Nei. Ákveðin ekki. Því að sko, okkur sem eru veikari og þeir þurfa, ég held að þetta sé, ef það er gjörgæssjúkdómur, þá er svefnfræðin ennþá fyrsta val. Ég er ekki sem saman á því, þetta er náttúrulega ímfröðfélgið sko að vera notað hann í 10 ára og þetta segja alveg þetta. Já, en þú veist, okkur sem líka þá vilja ofta á fleiri rúmen, við erum með næmingu og einhver staðar við var sagt í lifa öðrum, það er til margra rúmen. Það er ekki hugsa sögum til að það er sjúklingaskoðin að segja, maður sér fram á það að það er flott niður til það sem okkar. Þá er ekki betur að við setjum kipplína starfsfélagið í samfélag á að niður til sjá. Ég var saman að kipplína heima í Gýris, þetta er ekki alveg nýtt til það, og við búum að gera þetta oft og kvöld. Ég fekk sjálfkvöldinu fyrir 8 árum Gýris settingi, það var heima á settingi frá Rauðum. Þetta var ekki mátt. Þetta er á Landspítalanum, þar eru pixar sem eru alltaf tíma. Það er bara 1 eða 2 svæðingar sem gera þetta. Við fórum þetta núna gæða og fórum heimsótt á Landsann og heimsótt deildir þar, meðan þessar nýju þessar bráða lyfjafræðideild, greinir þetta. Það svo ekki að vera bara mjög stundar. Bara þetta var í lakinn í eldhúsinu, það var mjög skemmtilegt. En hann segði sko að það var aldrei að brúsa til þeirra þess að þeir að gera. Ég hveit ykkur á að fara að heimsækja þetta og kynna ykkur hana, hún er bara mjög skemmtileg. En alveg sendur alltaf í því sem þeir að gera er að koma hlutum mjög hrætt í gegn. Og þeir eru að tala við sæðingardeildina að fá fleiri til þess að setja þessu pillingur þannig að þeir geti bara gengið að þessu vísu að á dagum tíma þá fylgir þeir og pillir þessi kom bara í strax að þeir komið sjúklingi nú. Á sama tíma þá ætlar að fara að koma upp með svona lókið kerfi fyrir síðlækju sem þeir geta bara sendt sjúklingi með heim. Það kostar einhverju 100 áskalla þetta en það sparar óhefum og fjármunir til einhvern. Eitt sem ég gleymdi að nefna í sambandi við CHK versus Spik er að það er sjálfsögðu, við erum með fleiri lúmen sem við getum hægt í CHK. Við erum ekki með margar lúmena piklínur. Ekki hérna, já. Það eru til en ekki hjá okkur núna. Þannig að fleiri lúmen CHK, ef við þurfum bara 1 lúmen, kannski 2 síðar, þá er það piklín. Já, þetta er mjög spennandi. Sko, það sem þú óvart er að þú sagði að þú væri bara að setja 5 eða 6 hérna. Ég finnst sko þetta það spennandi að fyrsta sem að þið sjálfsagt hugsaðum er að setja fleiri á innilíkjandi sjúklinga. Það er kannski til að byrja með aðalatriði og ég meina að fá æfingu og sjá hvernig þetta virkar. Og ég sé fyrir mér marga sem að það er orðið svo mikið af mjög einhver fólki sem að erfitt er að setja í
Það er miklu erfiðara í dag með þessa fyrirtúkir að sitja rúmlega að sitja náða heldur í bannaða. Það er veikt, sko. Já, þeir voru miklu mjórið, sko. Þannig að ég skil vel þetta erfiðleika við að setja upp línur í dag og bygglínur í hljóta það mjög hættulega fyrir enni. En svo er annað sem við langar að spyrja það er auðvitað alltaf eins og alltaf það með spyrjum verð, sko. Hvað er þessi munurinn á sentralínunni og þessu, að þessi á mikil munur? Og þriðalagi þá sé ég ekki alveg fyrir mér ennþá allavega að þetta verði notað í staðinn fyrir portagat eða fyrir kansersjúklinga. Það þarf allavega fyrst að sjá þegar við veljum sentravenleg og þetta. Því það er svolítið önnur kategóri en það snertur það ekki veikt, þú talar krabbameinssjúklinga. Það hefur eitthvað séð það, sko. Það kemur að við getum komið einhverju leyti í staðinn fyrir portagat í einhverjum tilfellum, en það er þó sístum það sem verður ekki með nál inn í nema bara þú ert að gefa lyf, sem nefndi kemoterapi. Ég er að meina sambandi kemoterapi. Já, kostnaðarspurningin fyrir til. Já. Það er notalega ekki meira verið að nóða í kemoterapi og það var með einanbólum sem kemur í meðferð. Það er kemoterapi og að setja í næstu viku í aðra sem á að byrja viku í meðferð. Það er yfirleitt eitthvað að 60 búlar með enga prófið sem ég var fyrir. Það er verð. Verð að sér fyrir. Já, sko hafði eitthvað verðin á þessu? Já, verðin, við möndum bara ekki á mitt. Tegundur að sjá hvernig það er dýrt til eitt. Mjög dýrt, en ég held að sé ekki neitt munur á þessu og sentralinn ekki þannig. Þeir eru ekki dýrir, söfnarni. Er þetta eitthvað dýrir heldur það? Það kostar eitthvað 15 skatt og það er líka að fara að semja það. Svo opnum við þessu einu sóttæki sem sami útbúnað, það er sami útbúnað með slopp og hanska og gríma og búkaði Eitt sem getur sér sem takmarkandi þáttur sem kemur aftur inn í þess að setja þetta inn í einhvern sem gefur að kveikast í bráða leiknipassa. Það er sko með að hvað gefur fast vökvar eða blóð eða það er kannski ekki besta vanlega einhver þarf að fá mikla vökva eða það þarf að vera að fá mikla blóðkjöf að arfi. Þannig að þú veist, það sem ég er að meina með þessu stendræðinni er svona bráða fasa. Ef þú ætlar að vera að gefa mikið á vökva og gera mikið eigin. Þú gefur náttúrulega ekki neitt rosa mikið í vökvana. Og ég veist, ef það sjúklega með bílinu þannig að þetta styrkja að mögla blóði og annars saman eitt annan á. Ég er ekkert ósamandi, ég er að renda á það var gert að setja svona bílinu á til þess að líka að stíka og einanflæðingar. Það er líka svolítið til fólk sem er stundið. Þetta er bara að telja. Stundið 20-30 bíl. Nei, það er ekki góða skemmtilega líka. En þetta er svona, kannski, síðasta kommenti núna, sem við höfum tíma fyrir. Ég gefum þessi einn svona brennandi spurning í lokin. Já. Það er svona varúðast að styrta það og það ekki meðspröð, það er með þrýstingi, þannig að það er inn á gæti strengt leiknum. Það er alveg hægt að gera það, en maður veit ekki, en það er þátt ekki með því. Það er ekki talað um nótt tíma. Það fer allt í fastari skorður vantilega á næstu mánuðum og slíkt og koma. Það er að vinna í teimingaðaskil, manna er í ísefnum sem er kostaðleikin samtíða og það var annars ímhyrðið sem að bytta upp og létið kláð. Það var að koma á mótnast bæðið. Svo eru spurningar, það er bara komið kíkið í heimsókn. Það eru vanlega til kökur og byggjastelni, sko. Allir velkomnir. Jeg skal lade. Ja.
En það er bara að... Það er vel gert.